Elsa Ég heiti Jonni. og við erum sögukastið. Mér líður bara skringilega að ég ger ekki svona úlúlúlú. Við þurftum eiginlega að vera með svona könnun á Instagram. Já, Hvort það sé já eða nei við Já, það Bara- er örugglega nei. bara láta fólki ráða. Já. Nei, hvað annað að ég gera? Ég veit það ekki. Nei. En eftir með spurningu. Sko, hvaða borg langar mest að fara til sem þú ert ekki búin að heimsækja áður? Þegar þú ert búin að heimsækja þó nokkar, Já. sérstaklega upp á síkasti. Sérstaklega upp á síkasti, já. Þó samt bara flugvöllin á Rósumörgum. Já, það er ekki tekið með, Ég veit það. En þú veist eins og þú ert búin að heimsækja mjög mikið af bandarískum borgum Einmitt. og kanadískum og svona. Ég verð eiginlega að segja Róm. Og af hverju? Þú veist, ég veit af hverju en hlustundurinn veit ekki af hverju. Ég raunir bara út af sögunni og það er svo margt sem þetta er að skoða og já, Já, 100%. og svo líka bara menningin og maturinn og vínið og Já, ostarnir og brauðið og já, það er raunir bara allt það, já, oh my god, bara þessi ítalska menning sko yfir höfuð er bara einmitt. Og það er, mér finnst líka eitthvað svona verandi sagfræðingur að það eiginlega þurfi ég að fara til Ítalíu til að sjá hringleikahúsið og svona. Sko, mér finnst magnað í rauninni að þú hafir ekki gert að hinga til út af því að einmitt þú er svo mikill sagfræðilúði. Ég veit það. Þannig að mér finnst magnað að þú hafir aldrei komið til Ítalíu. Það er eiginlega bara til skammar, ég verð að segja. Ég veit, þú líka ert með ítölsku perra Já. í sambandi sko, þannig að þú veist. Og mamma mín er obsessed með Ítalíu. Ja, akkurat, hún er að byrja að læra ítölsku sem er heldur vel gert í að boka. Bara, Sýta pressa á hana. Já, við verðum að setja pressa á hana. Ég meina, þetta bara gengur ekki annars sko. Já, það er einmitt. En já, sko, Verður með einhver aðra í sittinu? nei, sko, ég er að segja Róm. Að hún, mér finnst ég verða að tekka hana. En svo er það líka samt fleiri borgir á Ítalíu. Það er svo Napoli, Flórens og fara suður. Mér langar síðan, ég veit það er ekki borg, mér langar til Siglegar. Palermo, Já, einmitt, Catania, bara allar þessar borgir en á Sigli eru ógeðislega fallegar sko. einmitt. Þannig að, já, en Róm er svona fyrsta tikkið og svo ætla ég að vinna mig gegnum restina af Skilur. Ítalíu. Skilur mig vel. Og hvar er aftur hann sem Rómi og Júlíu? Verona. Það er í Verona, ég mun langar líka þangað. Já, ég skilur mjög vel. Já. En þú? Sko, fyrsta sem mér dettur í hug einmitt voru borgir á Ítalíu. Þú veist eins og Þú ert búin að koma til samt. ég er Mjög búin að fara til margra. ekki mjög margra. Ég hef farið, já, sko, ég hef ekki komið til margra borga en ég hef komið til þó nokkra smábæja. Já. Og það er saga út af fyrir sig. En Það já, er alltaf stórt tikk að vera búin að fara í aðgerð á Ítalíu. já, það er ekki, það var ekki á bucket listanum mínum. Nei. Ég get sagt það. En þú ert alltaf búin að tikka en það. ég er búin að því og einmitt, það var gæi sem leit út eins og stereotypun af Robert De Niro sem rakaði mig neðan frá fyrir aðgerðina, þannig að það var ákveðin upplifun. Já. Hann bókstaflega gerði skeifuna og var alltaf svona kinka Nei. kolli svona, þú veist, eins og Robert De Niro gerði, skilur. Og bara svona og veist, og ég er eitthvað, vá, þetta er ekki það sem ég bjóst við, en ok, fæn. Nei. Já, ég er búin að fara í aðgerð þarna, og það var í litla bænum Scorano sem Já. enginn hefur heyrt sko, Ítalir veit ekki einu sinni hennan bæ út í að þetta er bara svona pinkulítill bær. Þetta er svona eiginlega svona eins og þetta svona minnir mig á Vilda Vestrið eiginlega. 100% sko, 100%. Þetta er bara svona no-name town sko. Já. Þetta er bara, það var enginn hana í rauninni nema þessi spítali. Já. Og, En hvert myndir þau vilja fara? Sko, ég hefði sett Flórens hefði ég ekki verið búin að fara til hannar. En ég hugsa Napoli. Já. Mér langar aðeins meira til Napoli heldur en til Rómar. Ok. Ég held að sé
bara þökk sé Elenu Ferrante því að einmitt, ef þið hafi ekki lesið Elenu Ferrante þá mæli ég með því og líka þetta sem sagt, mín frábæra vinkona gerist í Napoli og sem sagt, Napoli og Ischíu Napoli og Ischíu einmitt þannig að ég er bara búin að ég er alveg fallið fyrir Napoli sko. Fyrir utan hana þá verð ég að segja Aþenu okay. Því að einmitt, það er líka sögulúðin í mér sko. Já að einmitt Forn-Grikkland og allt þetta sko. Veist, mér langar að sjá Parthenon og allt þetta sko. Og líka bara gríska menningin er rosalega chilluð og þægileg sko. Já, hef ég heyrt þannig að já, mér langar að upplifa það en já, eigum við að byrja þetta Er það ekki? Herðu, þessi þáttur, ég ætla að byrja á að segja ykkur að hann verður í 2 pörtum af því að ég byrjaði á honum og svo áttaði ég mig frekar fljótlega á því að já, þetta þarf að vera í 2 pörtum en sko eiginlega áður en við byrjum þá verð ég eiginlega bara að fá að monta mig smá af honum Hagrid okkar Já, heyrði auðvitað af því að hann tók þátt í sinni fyrstu sýningu Já, Hagrid er hundur Já, það er hundurinn okkar það er yngri hundurinn okkar sem er 9 orðin 1 árs en hann tók þátt í sinni fyrstu hundasýningu núna helgina og gjörsamlega kom sá sigraði Þetta var rosalegt sko alveg rosalegt ég bara Já, við fórum inn með engar væntingar og Jonni byrjaði með hann á laugardeginum af því ég var enn í flugi og svo er ég bara í rútinu leiðinni heim þá ætlum bara við erum komin áfram í úrslit af því hann fekk excellent og ég var bara bara já, hann er besti rakki og svo hann er að fara að keppum að vera bestur sinni tegundar og svo annan það og svo Já, bestur í sinni grúppu og Já, eða bestur í sínum undirflokki sinni grúppu Já, bara ég sé ekki hvert ég ætlaði sko Við erum smá ný í þessu hundasýningadæmi Já, það er fullt af einhverju svona skammstöðunum sem við höfum ekki hugmyndum hvað þýðir og Nei, og svo er mér bara já, svo er þið að bara mæta á morgun að keppa í loka úrslitunum við erum bara, Einmitt Þetta var fárlegt sko Þannig að hann endaði sem best í öðru sæti á bestu junior Já. og í topp 10 af bestu hundusýningarinnar Af einmitt 1100 hundum sem er galir sem er fáránlegt sko Þetta var líka sko by the way, hann er sko terroristi þegar hann er heima sko Já. og síðan var hann svo flottur og prúður á sýningunni og við vorum bara Þetta var eins og þetta væri annar hundur Já, við vorum bara, byrju, hvað er þetta búið að vera? Þetta er ekki til sínis heima Nei Já, bara rosa stiltur, vældi mjög lítið og bara að þetta er rosa mikið áreiti fyrir hunda að þeir mega ekki hittast og það eru hundar út allt og bara lykt út allt og fólk með nammi og allt sko En já, ég var bara komin og segja smá hvað ég er stolt á honum Þetta er ekki líkt okkur að vera eitthvað komin svona hérnin En ég meina þetta er bara aðeins öðruvísi En já, þannig að núna er bara strax skráð á næstu sýningu Þetta er litli verðlaunahundurinn okkar sem byggust úr sannlega ekki við það er verðlaunahundur hann er einu leiti Hann er svo sætur Hann er mjög sætur Hann er mjög flottur En já, aftur að þættinum Allavega, já, eins og ég nefndi þá er þátturinn að fara að vera í 2 pörtum af því að þessi manneskja á ansi viðamikla ævi Já og mér finnst hún mjög áhugaverð Já, hún er það svo mjög sannarlega áhugaverð manneskja og ég er vissulega að tala Princess Margaret Svo eina sanna svo sannarlega En þann 21. ágúst árið 1930 fæddist stúlka sem fekk nafnið Margaret Rose. Formlega var hún þó Princess Margaret Rose of York. Já. Af hverju næri maður bara ekki andan með minni? Ég veit það ekki Hvað?
Það er bara Við erum í svo lélega ástandi Ég veit það. líkamlega og við erum að grotna hérna Já. og einmitt, þú kemur hérna síðan er eitthvað ok, nú erum við að byrja aftur Hún fættist í getur ekki gert þetta má ekki Ég var að reyna bara svona að henda mér í þetta. getur ekki byrjað sem Louis Armstrong og allt í hennu bara David Attenborough mættur sko hún kemur inn í fjölskylduna oh my god Christ sko þetta er að vera inn Nei, fólk mun örugglega þurfa að kaupa sér ný heyrnartóli eða ný eyru. Það mun örugglega sprengja. Oh my Jesus, þetta verður eitthvað. já Hún fættist í ég gerði ekki neitt þetta var þú þetta var allt þú Hún fættist í Glamis kastala sem staðsettur er í Skotlandi og var í eigu móðurfjölskyldu hennar. Ein mjög áhugaverð staðreind. Hún varð fyrsti meðlimur konungsfjölskyldunar til þess að fæðast í Skotlandi í 300 ár. já Eða frá árinu 1600. damn Og eftir smá rannsóknarvinnu, við ekki nægi viljandi passa mig að fara ekki of djúpt í þessa kanninuhólu, að þá er ég 90% viss að það var hann Charles fyrsti konungur Englands sem var svo síðasti til þess að fæðast í Skotlandi á undan Margaret. já það er ekki sonur Mary Queen Scots eða Nei, hann er sonur James VII og Anne of Denmark. En hann er í raun þekktastu fyrir það að það er halsökun já. Fyrir alla Alexandre Dumas perrana sem ég veit að eru hana en já þá er einmitt sena það sem skyttunar eru að reyna að bjarga honum Já. og einmitt hálsökunin bara er lýst í mjög miklum díteilana í 20 árum eftir Duma mjög áhugavert Foreldrar Margaret voru þau prins Albert, the Duke of York, sem verði þá seinna Georg VII þegar hann tekur við krúnunni af bróður sínum Edward VIII og mamma hennar var Elizabeth Angela Marguerite Bowes-Lyon eða Duchess of York sem verður síðan Queen Elizabeth og að lokum Queen Elizabeth the Queen Mother þegar hún átti nokkra titla. Skila fólk kallaði hana bara eftir titlunum hitt nafni er rosa mikið mouthful sko. Fyrir áttu þau hjónin Albert og Elizabeth aðra stelpu sem hét Elizabeth Alexandra Mary sem flestir þekkja þó sem Elisabetu Englandsdrottningu. Engar águr, ég mun taka bæði Georg VII, konun hans og Elisabetu fyrir í öðrum þáttum svo ég bara rétt að nefna þau í þessum þætti í tengslum við Margaret en ég finn nánar út í þeirra líf þegar að því kemur. Það er líka ekki hægt að maður verður að koma út á Elisabetu. Já. Þú veist, þetta er svo tengt. Þetta er rosa tengt. Þetta er náttúrulega bara systur. Ég veit það, en ég er ekki að fara mjög náðu út í hennar. Já, í rauninni bara hennar alveg tala mikið Elisabetu en það er alltaf í tengslum við Margaret. Já. Á þeim tíma sem Margaret fæðist og gaman að vita að hún var þekkt sem Margot af sínum nánustu. Ég sé það ekki. En þá var York fjölskyldan svo til eðlileg og hvar þau enduðu
var ekki einu sinni pæling fyrir þeim. Mhm. Afi Margaret var Georg V Englandskonungur og pabbi hennar var yngri sonur hans. Svo pabbi hennar var þarna annar í röðinni fyrir krúnuna og bjóst alls ekki við því að þurfa að taka við henni einn daginn. Svo já, fyrstu uppvaxtar ár Margaret voru venjuleg fyrir aðalsfjölskyldu og lífið þeirra var svona frekar afslappað og þægilegt fyrir þau. Mamma hennar sá menntun þeirra systra en einnig voru þær með governess sem í rauninni blanda af kennslukonu og fóstru. Já, einmitt. En það í raun ekkert íslenskt orð yfir governess. Nei, og þetta líka... Að þetta ekki ráðskona. Nei, það kannski næsta. Það kannski næsta, en já, þetta í rauninni fóstra og kennslukona. Já, þetta á við sérstaklega bresk og franska menningu, svona aristokratíska menningu. Já, það sem börn fengu í rauninni uppeldi og menntun frá svona governess. Akkurat. Margaret fór einnig að læra á píanó aðeins 4 ára gömul og var frekar góð í því og hélt þeim hæfileika alltaf. Já, ok. Að auki lærði hún reiðmennsku sem svona frekar basic fyrir... Basically skilda þegar þú ert í aðalsfjölskyldu, sko. Já, en einnig lærði hún sund og hafði mikinn áhuga og var talin flink í garðyrkju. Áhört. Þetta breytist á allt þegar Margaret var aðeins 6 ára, þá árið 1936. Pabbi hennar var nú allt í einu orðin konungur Englands og systir hennar því næst í röðinni til að taka við krúnunni. Og á þessum tíma þá var Margaret þá númer 3 í röðinni. Eitthvað sem enginn bjóst við, og ég veit að ég er búin að segja þetta núna nokkru sinnum í þessari frásögn, en þetta var bara mjög óvænt fyrir þau og í raun algjört sjokk og eitthvað sem að þau vildu ekki. Nei, einmitt. Þau kunnu nefnilega rosa mikið að meta sitt þægilega, rólega, einfalda líf. Og það er einmitt greint mjög vel frá þessu í bæði The Crown og King's Speech. Hvernig þeirra viðhorf gagnvart krúnunni var. Algjörlega. Við mælum með einmitt að horfa á það. Já, af því að eiginlega sérstaklega The Crown. Af því að þeir eru þó þannig að það búa til í með samtöl og svona. Þá eru þeir eru frekar historically accurate. Já, algjörlega. Og líka bæði einmitt Jared Harris og Colin Firth ógeðslega flottir sem Georg, sko. Já, ertu að djóka? Sjúklega flottir báðir, sko. Já. Þær systur fengu því ekki lengur sömu menntun og voru því aðskildar. Þar sem Elizabeth átti að fá menntun sem myndi gagnast hennar í sínu framtíðar hlutverki og Margaret fekk enn sömu menntun og áður. Þannig að Margaret fekk ennþá þetta að mamma þeirra myndi svona hafa yfirsýn og vera með governess en Elizabeth var sendið það að læra stjórnarskrána og lög og hvernig á að vera drottning. Hún átti þá að basically að undirbúa sig að taka við. Já. Einmitt. Núna átti líka fjölskyldan og þá einnig þær systur að koma fram á meðal almennings og var því núna í the public eye. Þannig að þær voru strax þarna og Margaret er þarna í mitt 6 ára farnar að sinna svona konungslegum skildum. Mæta á viðburði og vera fínar og heilsa fólki og sem er alveg galið og er rosa mikil viðsnúningur þá sérstaklega fyrir svona ung börn. Árið 1937, þá 7 ára gömul, verður hún hluti af The Brownies og svo setna, þegar hún var orðin á gömul, minni svona 3-4 árum setna, að þá var hún meðlumur í The Girl Guides. Sem er basically svona skátafélag. Já, eins og ég skildi að þá er þetta eins og skátanir nema bara fyrir stelpur. Því stelpur voru ekki leyfðar í skátunum fyrir árið 1977. Svona seint? Wow. Þannig að þessina voru þetta svona 2 aðskildar. Já. Þannig að hún var í því og svo seinni heimstyrjöldinni varð hún svo Sea Ranger og árið 1949 var hún nefnd Commodore. Commodore? Já. Wow.
en hún var tengd The Girl Guides alla ævi. Já, Var til dæmis President og Chairman of the Council of the Girl Guides Association til æviloka. í alvörinni. Vá, ég finnst það ekki. Það magna. Þannig að þetta verður greinilega verið eitthvað sem var henni nærri. Já. Princess Margaret var alltaf frekar líflegur karakter. Hún naut athyglinnar og var mikið fyrir skemmtarlífið. Einnig var hún þekkt fyrir að vera frekar current. Hvað var þar? Tísku, glamúr, tónlist, allstar. Hún var eiginlega bara the it girl á þessum tíma. Já, 100% sko. Alveg, já. Sérstaklega fyrir Bretland sko. Já, og svona innan konungsfjölskyldunar þá var hún Diana áður en Diana. 100%. Auðvitað náttúrulega var menningin allt öðru sig. Það var ekki paparazzara eldaðir eftir öllu og svona. Nei, myndalunar voru ekki alveg nú fáar fyrir það sko. Nei, en svona miðað við sinn tíma þá var hún the it girl. Þegar Margaret er aðeins 14 ára, árið er þá 1944, hittir hún mann að nafni Peter Townsend. Það er nafn sem mun koma mikið í þessum texta. Já. Peter Townsend, group captain og fyrrum flughermaður fyrir breska herinn, var Equerry, E-Q-U-E-R-R-Y. Equerry. Hérna er það. Officer of Honor. Okay. Historically, it was a senior attendant with responsibilities for the horses of a person of rank. In contemporary use, it's a personal attendant, usually upon a sovereign or a member of the royal family. Þetta er einu svona hans hægri hönd. Já, í rauninni. Ef ykkur er betri í þessum orðaforða þá Að gera sent inn. endilega, því að það er bara oft erfitt þar sem að það er ekki til íslenskar útgáfur. Nei. Allavega, hann varð Equerry fyrir Georg VII undir lok stríðsins. Staðan átti aðeins að vera tímabundin en varð svo varaleg því konungunum leist svo vel á hann. Að því hann var svo rólegur og vinnusamur Já. og svona skipulagur að því hann var náttúrulega búin að vera í hernum. Peter Townsend var 16 árum eldri en Margaret, giftur og með 2 börn. Damn. Elizabeth á að hafa sagt við systur sína þegar þær sá hann þennan fyrsta dag hans í höllinni, bad luck, he's married. Því hann þótti vera mjög myndalegur. Einmitt, og Elisabeth að segja þetta. Já. Pældi því. Það mynduðust einhver tengsl á milli Margaret og Peter Townsend. Hvenær það gerðist nákvæmlega er ekki vitað. En Margaret á að hafa sagt vinum sínum að hún hafi orðið ástfangin af honum árið 1947, þá aðeins 17 ára gömul. Já. Þessi hrifning, eða þá þessi ást, á að hafa komið til þegar þau voru að ferðast Suður Afríku á svona official royal tour. Hvað, þau tvö þá? Nei, öll fjölskyldan. Öll fjölskyldan, ég skil. Að því náttúrulega í rauninni hvers sem pappinar fór, þá fór hann. En samkvæmt Margaret mynduðust sterk tengsl því þau fóru svo oft saman í reiðtúra. Svo á Townsend að hafa óska eftir herbyggi við hliðin á Margaret í ferð til Belfast í október sama ár. Já. En þrátt fyrir að þau hafi þarna verið hrifin af hvor öðru að þá hafði ekkert gerst ennþá. Orðrómur fór að fara stað innan hallarinnar í kringum 1951. Þá var Peter að standa í skilnaði því hann komst að því að konan hans hafi haldið fram hjá honum. Já, skil. En mögulega hefur þessi skilnaður einnig eitthvað tengst prinsessunni á eitthvað nátt. Já, ég held það. En hún hélt samt fram hjá honum, konan hans. Já. En það sem ég er að hugsa er að ef að hann var ekkert romantískt laðar að koninu sinni, að þá hefur hún byrjað að horfa í aðra átt. Já, en sama ár segist hann hafa orðið ástfangin af Margaret. En bara sama ár? Ja. Skilnaður hans fer þó ekki í gegn fyrir í desember árið setna. En já, þá voru svona einhverjir footmenn
sem voru svona farnir að sjá eitthvað, Já, grun eitthvað, segja konungi já og Já, svona, þau eru búin að vera daldið mikið saman já, og svo er svona hvort að Georg hafi vitað þetta, eða Albert, pappinar, Já, ég að því það hafi, það. þau voru vist búin að plana eitthvað, piknik, sem að hann kom í veg fyrir. Það, Og það er margt svona, en svona Ókei. geta verið miljón og ástæður fyrir því. einmitt Já, það er einhverja skildu sem þarf að sinna eða bleið Já, En allavega, og náttúrulega auðvitað vill höllin ekki staðfesta mikið. Nei, veistu Árið 1952 breytist svo allt, en þann 7. febrúar deyr pabbi Margaret, Georg 7. englanskonungur, úr krabbameini eftir langvarandi veikindi. Þrátt fyrir að hann var búin að vera veikur, að þá kom þetta sem mikið sjokk fyrir fjölskylduna og hans nánustu. Margaret tók dauða hans mjög illa. Alveg talað að hún hafi þurft róandi til þess að sofa og ýmislegt. En það er alltaf talað að hún hafi verið uppáhalds dótturinn. Einmitt Já, ég man Af því að- eftir að hafa heyrt það sko Hann ánefnilega að hafa sagt Lilibet, þá Elizabeth, is my pride, Margaret is my joy. Já, mjög Sem er líka frekar lýsandi fyrir þær systur. 100% sko Af því Margaret er þessi svona skemmtilega, létta, elskar aðteglina, er út allt, elskar verið í sviðsljósinu. Meira svona wild card Já, algjörlega. En Elizabeth er svona bara sinna sínum skildum. Mjög hreitni og beinni Já, hún Já. er bara með sína fjölskyldu Einmitt og bara, Já, það er einmitt magnaður munurinn á milli þeirra systra sko nefnilega. Þetta þýddi einnig að stóra systir hennar var nú orðin Elizabeth önnur Englandsdrottning. Hún og fjölskylda hennar myndi þá þurfa að flytja úr Clarence House yfir í Buckingham höll og Margaret og mamma hennar myndi þá þurfa að flytja úr höllinni yfir í Clarence House. Já, meinar Og þetta var í mæ árið 1953. Já, þetta út af því að einmitt Elizabeth Er honum drottning er drottning og þær og hún verði þá að vera í Buckingham en, og þá verða þær að flytja út. Já, meinar Ég hafði aldrei pælt í þeim hluta í rauninni Hvað það er já Að þetta er náttúrulega líka verið sjokk fyrir mömmunar. 100% sko Að því núna þar er mitt og þetta er gott moment í í The Crown, það er hvernig þetta er sýnt að þá er amminar, systrinnar, mamminar, amminar að neyja sig fyrir Elizabethu. Já, það er rosa flott atriði Það er svona, úff. Já, og einmitt eitthvað sem Elizabeth er ekkert að biðjum Nei, það en- er bara regla. Já, það er bara regla, skilur Peter Townsend varð þá Comptroller of the Queen Mother's Household. Og eins og ég skil þetta, þá er þetta í raun Controller of the Household. Að því að Comptroller er gömul stafsetning á orðinu Controller. Ég veist það ekki Og þetta er staða sem er búin að vera held ég frá 1500. Já, það er náttúrulega einhver að segja húsið Já, en vanalega er þetta, þú veist, er líka Comptroller of the Royal Household. En hún er þetta bara fyrir the Queen Mother. Já, Eða Clarence House. En En þetta virðist vera næst aðsta staðan innan heimilsins. Já, Og einmitt, ef ykkur er fróðari þetta, endilega sendið okkur línu. En þetta, sko, þegar Georg 7. deyr, að það hefði Peter Townsend tæknilega sé átt að vera atvinnulaus. Já. En að því að hann var það vel liðinn af Georg 7. og Queen Elizabeth, the Queen Mother, að þá valdi hún að fá hann yfir. Já, ok Þetta var ekki bara eitthvað sem gerði sjálfkrafa. Nei Ég heldur bara að koma sér fram. Algjörlega Talið er að eitthvað hafi byrjað að gerast á milli þeirra sumarið 1952. Ok
og þá talið að sorgin hennar og í raun hans líka því að þeir voru, hann var náinn konungnum, skilnaður hans og að Margaret var nú flutt í Clarence House þar sem Peter var vissulega mikið og hún var með sína eigin íbúð eða sitt eigin svæði, að það hafi hjálpað, í raun allt þetta hafi hjálpað mjög mikið til þess að koma ykkur af stað milli þeirra. Já. En hún alltaf flytur hann inn 1953 en þetta allt allavega. Samband þeirra þróaðist frekar hratt en einkaritari Elísabetar, Sir Alan Lascelles, á að hafa sagt að Peter Townsend hafi beðið Margaret að gifta sér rétt fyrir jól árið 1952. Var hann þá ekki bara ný skilin? Jú. Formlega þessi? Já. Damn. En samkvæmt Lascelles var það Peter sjálfur sem sagði honum fréttirnar. Ok. En aðrar heimildir nefna að bónorðið hafi þó ekki komið fyrir í febrúar eða apríl 1953. En sama hvað, þá er þetta allt að gerast frekar hratt og þau voru trúlofið. Já. Eða allavega þannig í apríl 1953 eru þau trúlofið. Út af The Royal Marriage Act of 1772 varð Margaret að tilkynna systur sinni að hún væri trúlofuð Peter Townsend og á sama tíma óska eftir leyfi til þess að fá að giftast honum. Og þegar hann var skilin? Eða... The Royal Marriage Act of 1772 er frumvarp sem breska þingið setti fram árið 1772, líkt og kemur í nafninu, sem segir til þau skilyrði sem verða að vera til staðar til þess að konungur eða drottning geti gefið grænt ljós á hjónaband innan bresku konungsfjölskyldunar. Á sama tíma geta þau einnig neitað. Já. Þetta var gert til þess að koma í veg fyrir hjónabönd sem myndi koma illa út fyrir konungsfjölskylduna. Skil. Þannig að allir meðlimir konungsfjölskyldunar verða að fá leyfi frá the sovereign til þess að giftast. Já. Það er búið að taka þetta úr gildi í dag. Já, ég meina miðað við allt sem er búið eitthvað. En mér sýndist þetta samt hafi verið í gildi til 2014. Já, ok. 2011, 2014, eitthvað svo leys. Þannig að það er ekki langt síðan. Meinar. Á þessum tíma var Queen Mary, sem var amma Margaret, nýlega dáin og frekar stutt var í krýningu Elísabetar. Ásamt því var hún með 6 mánaða túr breska samveldið á dagskrá. Þá bað hún Margaret að bíða með hjónabandið og opinberun á sambandi þeirra í 1 ár. Og ána var sagt eitthvað svona considering everything. Is it eitthvað svona is it impossible of me to ask? Já. Þetta er eitthvað svona frægsetning. Já. Mögulegt ástarsamband þeirra var þó ekki opinbert fyrir í júní árið 1953. Já. Hann vann fyrir pappa hennar og þau sáust því oft saman og þar að leiðandi pældi enginn í því að það geti mögulega verið eitthvað á milli þeirra. Einmitt. Það hugsaði ekki einu svona neitt hann sem mögulegt svona rómantískt efni. Nei, einmitt. Enda líka giftur 16 árum eldri. En það breytist þó allt þann 2. júní árið 1953 og við erum þó að tala í svona give or take 6 ár undir radarnum. Já. Sem er rosalega, sem er eiginlega magnað. Frekar vel að sé vikið, einmitt, með umhverfið, sko. En á krýningu systur hennar, þá sést hún taka kusk af jakkanum hans. En þetta þótti vera mjög náið og merki að eitthvað meira gæti vera á milli þeirra. Já, ok. Já, þetta þótti vera mjög intimate. Svona að þú tekur ekkit kuska jakka hverjum sem allan ekki á þessum tíma.
Já, einmitt þið verið að skilja að þetta er líka bresk menning sem sko hann lyfti vörni aðeins. Já. Guð. Nei, sko bara þið þurfum bara að lesa Jane Austen og þá svona fáið betri skilning á hvernig þetta er. Þetta var þó alls ekki planað hjá þeim og eiga þau að hafa sagt seinna að þau hafa ekkert pælt í þessu og þeim grunaði aldrei að þetta yrði að einhverju tákni samband þeirra. Einmitt. En það var ekkert eitthvað útpælt eða planað eða þau að Nei, skilju að því maður samt líka bara pælir. Já, hún er svona ákveðin rebel og já. Það, einmitt, ég skil að kannski sumir hafa túlkað þetta sem að þau voru þá í rauninni opinbera sambandi sitt á í rauninni versta tíma. Já. En ég persónlega held að þetta hafi ekki verið það. Nei, ég er sammálaður. Veistu, ef ég þekki mannesku í viku og ég stendi eitthvað starf og ég sé eitthvað á jakka eða bleið, þá bara tekja og ég veit það, en það er líka í dag en þetta var þá. Samt, nei, en þetta var bara svona en þau voru bara þægilegi í kringum hvort annað. Já, algjörlega, og það þarf ekki að vera neitt romantíst, myndi ég segja, skilur. Nei, ég veit það, en á þessum tíma var það. Já, reyndar. Þú voru að setja það hans í Ég veit, mér finnst það bara svo fyndið út af því að einmitt þau eru búin að þekkjast ógeðslega lengi. Já, en þetta er eitthvað sem er svona intimate. Já. Og hann sem starfsmaður hallarinnar og hún sem dóttir konungs. Þetta ætti og ekki einmitt systir drottningu. Já, þetta ætti ekki að vera eitthvað sem hún myndi gera við hann. Nei. Það er líka munur á stöðum. Já, reyndar þegar þú segir það. En á þessum tíma var þá eitt stórt vandamál við samband þeirra. Peter Townsend var skilinn og fyrrverandi maki enn á lífi. Meðlimir bresku konungsfjölskyldunar máttu ekki giftast mannesku sem var fráskilinn. Já, það er ekki eina skilir ef hann er ekkill eða ekki. Jú. Já. Þetta vakti upp viðkvæmar tilfinningar en ástæðan fyrir því að Edward VIII, bróðir pappa Margaret, afsalaði sér krúnunni var vegna þess að hann vildi giftast konu sem hét Wallis Simpson, sem var ekki bara bandarísk, sem var ekki vinsælt. Nei, sem var bara tabú innan fjölskyldunar. Já, heldur var hún einnig fráskilin. Og líka ég mun taka þau fyrir, engar ágjur. Ó já, það verður þáttur maður. Já. Það var stranglega bannað og fékk hann val að slíta sambandinu við hana og vera konungur eða afsala sér krúnunni og öllum konunglegum réttindum og skildum og fá þar að leiðandi að giftast henni. Hann valdi síðari kostinn. Einmitt, byrjum yfir romantíst. Já, sem er þá einmitt ástæðan af hverju pabbi Margaret þurfti skyndilega að taka við krúnunni. Allavega hana, aftur að Margaret og Peter. Ríkisstjórnin, the cabinet, neitaði hjónabandinu og erkibiskupinn af Canterbury, hann Geoffrey Fisher, samþykti ekki að Margaret myndi giftast fráskildum manni. Já, ok, en þetta var ekki Elizabeth, það var erkibiskupinn. Já. Býtu. Ok. Þetta er nefnilega ekki svo einfalt. Nei. Rökin voru að þetta hjónaband myndi vera jafn mikil ógn fyrir konungsveldið líkt og mögulegt hjónaband Edward VIII og Wallis. Já. Af því að hún er í röðinni að taka við krúnunni. Já. Þótt að sér virkilega ólíklegt að hún myndi gera það. En þá er hún í röðinni. Akkurat. Þessin er þetta talið ógn. Sem er samt svo fáranlegt. Almenningur skiptist í tvennt. Það sem annar helmingur var á móti hjónabandinu og hinn skildi ekki hvað var svona hættulegt við það og þau ættu bara að fá að giftast. Ok.
annað bara, veist, út af því að Mrs. Simpson er alveg út fyrir annað til að byrja með, skilur ég veit það, og hún var minni með líka tvífráskilin einmitt á ekki góða sögu þar að segja nei, og einmitt giftist honum Edward sem einmitt afneita krónunni út af henni þau giftast eftir já. hann afneitar, en þau eru síðan rekin úr landi Já. líka En Peter Townsend hann er mjög hliðhollu krúnunni já, þannig að hann er rosalega góð manneski en hann er heldur ekki aðalsmaður var hann ekki aðalsmaður nei, hann er bara hún gekk rosalega vel í hernum já, meinar en hann er ekki með titil nei, hann er ekki með svona lót eða nei, og hann er heldur ekki mjög efnaður nei. sem er líka vandamál Já. en stærsta vandamálið er skilnaðurinn Já. Málið var tekið upp á ráðstefnu forsætisráðherra breska samveldisins árið 1953 eða The Commonwealth Prime Minister Conference sem var haldin í kjölfarið að krýningu Elísabetar. Já. Og það koma fleiri smá erfið hugtök að þýða. En samkvæmt The Statute of Westminster frá árinu 1931 er skylda að Dominion Parliaments sem eru þá ríkistjórnir þeirra ríkja innan samveldisins sem eru fullvalda. Já, ok. Þeir eru þau ríki innan The British Commonwealth sem eru með sitt eigið stjórnarfar en þau eru ekki sjálfstæð. Já, svona eins og Ástralía og Nýja-Sjáland voru. Og Kanada. Já. En þau verða sem sagt að samþykja þau frumvörp sem gætu haft áhrif á línu erfingja. Já, ok. Ákveðið var að of hættulegt þótti að breyta eða eiga við the line of succession tvisvar á innan við 25 árum. Já, ok. Það gæti mögulega skaðað konungsveldið og óttast var að það myndi ekki lifa þessa breytingu af. Nei. Forsætisráðherra Bretlands, Winston Churchill, fór eftir þessa ráðstefnu til Elísabetar með fréttinnar. Ríkisstjórn hans og ríkisstjórnir fullvalda ríkjana innan breska samveldisins myndu ekki samþykja hjónabandið milli Margaret prinsessu og Peter Townsend. Skil. Einnig nefndi hann að þingið myndi heldur ekki samþykja hjónaband sem væri ekki viðurkennt af bresku kirkjunni. Þá The Church of England. Eina lausnin fyrir Margaret væri svo að hún myndi feta í fótspor frænda síns og afsala sér öllum konunglegum réttindum og skildum. Þar leiðandi missa titilinn sinn, húsnæði, pening, svona allowance og þess áttar, ásamt því að mega ekki taka við krúnunni ef eitthvað myndi gerast og hún yrði næst í röðinni. Já. Þannig að hún væri að fórna rosalega miklu. Já. Þetta var erfitt fyrir Elísabetu að heyra. Því í grunninn það langaði henni að styðja systur sína og vildi hún að hún yrði hamingjusöm. En á móti kemur að hún er drottning og tiltölulega nýtekin við krúnunni og þarf að fara varlega með hana. Hún þurfti þannig að aðskilja sig og krúnuna. Já. En já, að þú komst inn á þetta áðan að þá er þetta The Marriage Act á 1772. Þannig að the sovereign má í rauninni samþykja eða hafna hjónabandi. Já. En miðað við allar þær breytingar sem hafa orðið á konungsveldinu síðan 1772 að þá í raun verður drottningin í þessu tilfelli að gera þetta í samráði með forsætisráðherra
þinginu, Já. kirkjunni, öllum. Já. Af því að þú vill halda krúnunni Já. og halda öllum góðum og vinna saman. Einmitt. Þannig að það er ekki svo einfalt bara hún gefi bara thumbs up. Nei, algjörlega. Ég skil það alveg, sko, og einmitt ég er ekki viss að allir hlustendur átti sig á því hversu stutt í það stundum að það hafi verið að einmitt bara krúnana er horfið, sko. Já. Það er nefnilega frekar viðkvæm staða oft. Nefnilega. Svona smá dans á línunni. Einmitt. Og einmitt það eru ennþá margir í dag og hafa alltaf verið sem vilja bara taka burt krúnuna. 100%. En einmitt að við munum virkilega komin á það með Elisabeth að það er henn að þakka í rauninu, hún segir þá. Algjörlega. Elisabeth ákvað því að besta lausnin fyrir alla, því með þessu þá þurfti hún ekki að opinberlega hafna hjónabandi systur sinnar, væri að biðja Margaret og Peter að bíða í 2 ár í viðbót. Já. Það fór ekkit sérlega vel í parið, en þau voru þó tilbúin til þess ef það þýddi að þau gætu verið saman. Ástæðan fyrir þessari beiðni var svo að árið 1955, eftir þá þessu 2 ár, yrði Margaret orðin 25 ára og þar af leiðandi myndi hún ekki þurfa leyfi drottningarinnar til þess að giftast. Ég skil. Sniðugt. Margaret myndi þá aðeins þurfa að tilkynna ætlun sína til að giftast Peter Townsend til the Privy Council of the United Kingdom. Hún mætti þá giftast árið seinna ef þingið myndi ekki banna það. Já. Winston Churchill var þá ekki vongóður þar sem það yrði svo hættulegt ef meðlimir konungsfjölskyldunar gæti svo auðveldlega farið úr the line of succession. Akkur get ég það sagt bara þetta Jesús. Succession. Fara úr the line of succession. Því þá gæti einhver jafn auðveldlega bæst við línuna. Já. Og ætla má að fyrst Churchill var á þessari skoðun að þá væru fleiri innan ríkisstjórnarinnar einnig á sömu skoðun. Já, þeir eru að hugsa frekar að venda krúnuna heldur en hvað hún vill. Já. Já, ég skil hliðina en þetta er samt rosalega ósangent gagnvart Margréti, sko. Ég veit. Ákveðið var að best væri að senda Peter í burtu þessu 2 ár sem þau þurftu að bíða til þess að forðast frekari skandal. Ákveðið var því að senda hann til Brussel þar sem hann átti að vera attaché hjá breska sendiráðinu í Brussel. Þessi staða er í rauninni herdiplomati hjá sendiráðinu. Okay. Hann var sendur út þann 15. júlí árið 1953. Enn og aftur, þetta er allt að gerast mjög hratt og búið að vera mjög viðburðaríkt ár hjá konungsfjölskyldunni. Það sem mér finnst þó vera frekar ljótt er að þegar hann var sendur út að þá var Margaret stödd í Rhodesia og myndi ekki koma heim fyrir 15 dögum seinna. Þau vissulega af starfinu og að hann yrði sendur til Brussel. En málið er að búið var að lofa þeim nokkrum dögum saman áður en hann yrði sendur burt. Sem þau fengi ekki. Nei, og hún hinum einu á hnettinum í Afriku. Að sinna sínum konunglegum skildum. Þannig að það er ljótt. Það er nefnilega frekar ljótt. Það er ljótt. Næstu 2 ár myndu þó ekki vera róleg og viðburðarlaus fyrir prinsessuna, þrátt fyrir fjarsamband, og ætlum við því að stoppa hér í dag og halda svo áfram í næsta þætti.
en engar áhyggjur, það nóg eftir. Því elsku Margaret átti svo sannarlega litríkt líf sem hér aðeins að byrja. Svo sannarlega. Elsku stelpan. Maður finnur svo til með henni. Ég veit, þetta óþólandi. Og maður finnur líka til með Elisabetu sem núna þarna í miðjunni á því að vera systir og að vera drottning. Og hún þarf að vera drottning áður en að vera systir. Alltaf. Já, alveg sem hún þarf að vera drottning áður hún verður eiginkona, áður hún verður móðir, sem allt rosa umdeilt. En ég meina, þetta ekki venjulegt starf, skilur. Nei, nefnilega. Þetta allt annað. Þetta allt og einmitt, fólk sérstaklega í dag þá skilur ekki. Nei, það fattar ekki þessa hlið að þú veist hennar skylda gagnvart landinu og þjóðinni áður en hún kemur að fjölskyldunni sinni. Og áður en hún kemur að sér sjálfri. Já, 100%. Það mér líka, hún sjálf í öðru sæti. Einmitt. Eða í hvaða sæti sem hún allan ekki í fyrsta sæti hjá sjálfur sér. Nei, svo sannarlega ekki. Og einmitt. Þú veist, núna það sem Karl orðin hann kongur, þá þarf hann að gera nákvæmlega það sem mammans gerði. Já. En þetta samt aðeins meira lípa fyrir hann að því að Charles til dæmis giftur fráskildri konu. Akkurat, veist, þetta og ástæðan fyrir því að hann giftist Díönu að því að Camilla var þá þarna gift og svo síðar fráskilin en þau máttu ekki giftast. Einmitt. Þannig að þetta orðið allt meira líbó sko en já. Samt sem aður þá hann að horfa upp á einmitt yngri son sinn komin úr fjölskyldunni. Já. Þetta já, þú veist þetta flókið. Þetta rosa flókið sko. En já, við komum aftur í næstu viku og höldum áfram með Princess Margaret. Já, við þurfum að taka alla fjölskylduna fyrir. Já, engar áhyggjur, ég mun gera það. Ég held að það sé meira mitt svið samt heldur en þitt. 100% sko. Ég skal taka Churchill og já, þá já, sko. Þú má taka allt svona stríð og politíst meira. Já, það meira mitt svið sko. Það miklu. Já. En þið fáið næsta þátt bara á laugardaginn, þannig að þið þurfum ekki að bíða lengi. Nei. Og svo strax annað þátt á þriðjudaginn. Og þá, kæru hlustendur, byrjar spooky season. Já, við ætlum að smá að vera með í spooky season. Já, við verðum að vera í spooky season. Það verða 3 þættir sem verða spooky. Já, ég með 1. Þú ert með 1, ég með 2. Já. Af því það er ekkert það mikið svona sagfræðilegt eða svona sögulegt við í spooky season. Nei, það er svona sko, allt sem kemur til greina fyrir spooky season er meira mitt áhugasvið. Já, af því að ég vinn meira með staðreyndir. Ég vinn ekki mikið með varúlfa eins og Jonni stakk upp á í gær að ég myndi tala um. Sko. Ég skaut það niður mjög fljótt. Sko, ég ákvað sem sagt, ef að ég myndi taka þú veist múmjur, varúlfa bara hitt og þetta að þá myndi ég fara út í sögulega og svona menningarlega hlutan af þessu, þú veist, þetta er svona mythical. Já, en það er sem ég er ekki. Nei, ég veit, en það er samt sögulegt að því leiti að þetta mótar menningu. Já, en þetta er samt byggt á fiction, þetta er byggt á ímyndun. Já, ég veit. Já, en samt. Það er það sem ég get ekki. Allavega þið þurfum ekki að vera með í þessari umræðu okkar. En ég verð að hafa eitthvað sem er til. Þetta er nú svipað eins og við erum með hryllingsmyndir. Jonni er hræddur við allt. Ég róum okkur aðeins. Ég er ekki hræddur við allt. Þetta er rude. Og ég er það ekki. Og hann ástundum er ósa erfitt með það. Sko, við munum tala um þetta seinna, ok? Út af því að við munum tala um þetta í byrjun á næsta þætti, út af því að það er partur af spurningunni, ok? Ekki málið.
en annars þá bara takk fyrir að hlusta og vonum að þið hlusti líka á þá aukaþáttin sem kemur á laugardaginn